Jæja, vinan. Vissir þú að það er búið að gefa út Bændablaðið 676 sinnum á 30 árum? Það er cirka 35.000 blaðsíður af fróðlegu efni. Það er ekki amalegt. Vistu meira? Bændablaðið er ótrúlega skemmtilegt samansafn af fréttum og ítarlegum fréttaskýringum, mannlegum viðtölum og fagumfjöllun. Ég er að fjalla heilsu manna, heilsu dýra og vistkerfa, loftslagsbreytingar, orkumál, veiðar. Við hjá Bændablaðinu, við tökum viðtöl við bændur út allt land og fólk sem er tengt landbúnaðinum. Og svo sé ég að prufukeyra alls konar tæki og bíla. Bændablaðið sem slíkt er alveg ótrúlega mikilvægt og merkilegt gagn fyrir bændur, fyrir landbúnaðinn, það er í eigu bænda og okkar félagsmanna. Ég er í skemmtilegasta starfi í heimi. Ég sé samskipti við alla dýrmætu auglýsendur Bændablaðsins og þar með finnst mér skemmtilegasta efni í Bændablaðinu vera auglýsingarnar. Og ég skoða Bændablaðið aðalega til að horfa á auglýsingarnar sem er oft svolítið skondnar og skemmtilegar. Ja, við finnum fyrir því að Bændablaðið hefur góða tengingu við landsbyggðina og við höfum nýtt okkur það þegar við erum að auglýsa innlenda sjóði. Við viljum vera í góðu samtali við landsbyggðina og Bændablaðið hjálpar okkur þar. Bændablaðið er alveg frábært blað og skemmtilegt hvað maður fær oft mikil viðbrögð í greinum í því. Ég elska að lesa Bændablaðið til þess að vita hvað er í gangi í bændasamfélaginu í dag. Bændablaðið er bara mikið virði fyrir mig og ég les það alveg upp til agna hvern skipti. Bændablaðið er mikilvægt ungum bændum vegna þess að allt sem að framtíðin ber í skauti sér, tækninýjungar eða pólitískir straumar, það lestu fyrstum í blaðinu. Ég var forsíðustúlka Bændablaðsins, 4 ára gömul og hef lesið síðan þá. Besta blaðið, Bændablaðið. Eina blaðið sem hann er að lesa alveg frá upphafi til enda. Bændablaðið gerir það ekki að leik sínum að nota bréfdúfur til að bera út blaðið. En félagsmenn bændasamtakanna fá blaðið sendt heim að dyrum og á yfir 300 dreifingarstöðum má nálgast blaðið ókeypis þar sem að margir eru orðnir ansi hændir því. Rekstrarumhverfi fjölmiðla er krefjandi á Íslandi, það er ekkert nýtt í því. Bændasamtökin eru óhagnaðardrifin félagasamtök sem halda úti þessum mest lesna prentmiðli landsins. Við leggjum í talsverðan kostnað í að dreifa blaðinu, þannig að þetta er bara byggðamál að blaðið sé aðgengilegt alls staðar og þetta á erindi við almenning. Stuðningur hins opinbera við einkarekna fjölmiðla og eins og Bændablaðið hefur verið algjör lykilstærð í því að takast á við þennan kostnað sem hefur verið mikill og vaxandi undanfarin ár. Bændablaðið fjallar gjarnan vísindi og rannsóknir, ekki sé nú talað nýsköpun og tækniþróun. Og við höfum orðið vör við það að vísindasamfélagið á Íslandi, það tekur eftir okkar umfjöllun og þetta kemur bændum og landbúnaði til góða í þekkingu. Bændablaðið verður áfram blað bænda á landsbyggðarinnar. Það mun áfram leggja áherslu á vandaðan fréttaflutning, fréttaskýringar, viðtöl og það heldur áfram að miðla niðurstöðum rannsókna landbúnað og lifandi umræðu hvaðeina sem snertir atvinnugreinina. Fjöregg Bændablaðsins er þetta breiða traust sem að almenningur ber til okkar. Bændablaðið mest lesni prentmiðill landsins sem hefur verið með okkur síðustu 30 ár, talar við fólkið í landinu, fólkið í landinu og til fólksins í landinu og það er það sem gerir þetta blað svo ótrúlega einstakt og sterkt. Það er alveg bara ótrúlega skemmtilegt að þetta sé mest lesni prentmiðill landsins. Kannski er það bara engin tilviljun.